Karolína, þú spilaðir 50. landsleikinn á móti Noregi á dögunum. Ég fæ að spyrja út í það, hvernig að vera búinn að ná 50 landsleikum? Fyrst og fremst lélegt að það var ekki vitað eftir leik. Ég glemdi, ég ætlaði að spyrja út í það. Nei, það var mjög gaman. Mjög stolt að hafa náð þessu og vonandi bara góðir tímar framöndan. Svona, þú varst að byrja í fótbolta, varst að búast við og myndir ná 50 landsleikum fyrir Ísland. Það var náttúrulega alltaf markmið og svo spila maður einn og þá kemur þetta einhvern veginn náttúrulega, þannig að maður er bara mjög sátt. Fyrst eitthvað flott úr í verðlaun, ertu ánægð með það? Mjög ánægð, það er mjög stórt, þannig að ég þarf eitthvað að fara með þetta til eitthvað sviðs, en annars mjög sátt. Þess bara nokkri dagar liðni frá Noregsleiknum, búin að svona vantarlega gera hann upp, hvernig svona horfir bara tilbaka á leikinn? Mikið af ljósum punktum, bara byggja hann á þetta fyrir Sviss-leikinn, vorum mjög þetta varnarlega og vorum að leysa vel úr stöðum inn á milli, sköpum okkur mikið af færum og kannski eina sem vantar núna er bara að ná þessu marki inn. Búin að horfa á færiðin aftur? Já, bara eins og maður gerir sko, sumt fer inn og sumt ekki. Þeir bara vantarlega inn í næsta leik? Já, vonandi. Vonandi verður smá heppni með okkur og sá sem skorar maður bara fagna því. Svona andstæðingunum Sviss, síðasta leikur móti Sviss, ekkert skemmtilegasti fótboltaleikur í heimi, hvernig heldur þetta verið öðruvísi leikur á þriðjudaginn? Já, bara náttúrulega öðruvísi aðstæður, þær eru með frábæra leikmenn og kannski svolítið X-faktor þarna frammeirinn hjá þeim. Maður veit ekki alveg hvað maður er að búast við þar en þær eru með frábært lið. Við kannski höldum okkar leikplani og við höldum, eins og ég segi, okkar leikplani og ég er bara mjög bjartsýn. Góður möguleikar að gera eitthvað á móti þeim, ná í 3 stig? Já, klárlega. Eins og ég segi, höldum áfram að vera þétta varnarlega og halda áfram að skapa okkur færi og þá hlýtur þetta að koma. Fórum til Þýskalands smá svona tímabilið með Bayer Leverkusen, hvernig svona horfir á það? Bara frábært tímabil hjá klúbbnum, búin að ná í marga sigra og mikið að stigum. Persónulega svolítið kannski erfitt leikplan sem er í gangi að maður hentar mér ekki alveg nógu vel en ég verð svona að skoða mína möguleika núna í sumar. Ertu eitthvað farin að skoða möguleikana, framtíðina? Nei, ekki ennþá. Ég á 1 ár eftir hjá Bayern og ég verður svolítið að skoða hvað er best fyrir mig. Ég er að fara að fundi með umboðsmanninum bráðum og ég tek ákvörðun á það. Ertu búin að vera í einhverjum samskiptum með Bayern á meðan landsliðið stendur? Já, ég er í mjög góðum samskiptum við Bayern og heyri oft í þeim og sjá hvað þau eru að pæla. Þannig að ég á góðan fundinni. Svona talum um að leikplani henta ekki, svona hvernig hentar það ekki? Ég er kannski svolítið leikmaður sem vill hafa boltan á jörðinni og svoleiðis. Það er mikið að löngum boltum og mikið að svona sprettum. En eins og ég segi, fótbolti er bara fótbolti. Ég er búin að vera svolítið á kantinum sem hentar mér ekki alveg. Væri kannski meira til í að vera meira sentral. En svona annars er liðið búið að standa sig bara mjög vel og bara mjög stolt af liðinu. Spennt fyrir sumrinu? Já, hrikalega spennt og þetta verður geggjað. Svona bara í lokin, það var leikurinn á Þróttaravellinum og svona, ertu ekki bara búast við geggjum stuðningi á þriðjudaginn? Jú, bara takk allir sem komu á föstudaginn, en við viljum fleiri áhorfendur á þriðjudaginn og við tökum 3 stig. Gangi vel.